Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín Sjónvarps Víkurfrétta. Það komið mars og loksins veturinn farin að láta á sér kræla. Í þætti vikunar erum við aðalega í menningu og mannlífi, enda mikið fjör alla daga hér á Suðurnesjum. Við hefjum leikinn Baksviðs með leikurum og fleira fólki hjá leikfélagi Keflavíkur sem sýnir litlu hryllingsbúðuna þessa mundir. Við sjáum leikara gera sig klára fyrir sýningu og heyrum í þeim hljóðið. Hvers vegna leggur fólk fyrir sig leiklist? Við komumst að því í þættinum. Við förum einnig út í Garð og Sandgerði. Það verið að kanna hug bæjarbúa fyrir hugsanlegri sameiningu Garðs og Sandgerðis. Fréttafólkið okkar, Dagný Hulda úr Sandgerði og Hilmar Bragi úr Garðinum, fóru og heyrðu í heimafólki. Sossa örugglega einn kunnasti listamaður á Suðurnesjum og ávallt fólk viðfangsefni í myndunum hennar. Við kíktum inn á vinnustofu til Sossu og ræddu við hana listina og gula fólkið. Við hefjum hins vegar þáttinn í Frumleikhúsinu sem að sýna litlu hryllingsbúðuna. Davíð Óskarsson formaður félagsins og við spurðum hann hvað verið að gera í tilefni tímamótanna. Okkur langaði til þess að gera eitthvað stórt á 20 ára afmæli Frumleikhússins. Þannig að söngleikur, þeir eru mjög stórir og litla hryllingsbúðin mjög stór í burðum. Það flott sviðsmynd og það stór planta og góðir söngvarar og þannig að okkur langaði að gera eitthvað meira heldur en vanalega. Það hefur tekist vel? Já, það lítur út fyrir að það hefur tekist bara nokkuð vel og við erum sátt og það allir sáttir hér. Fengum flottan leikstjóra í þetta? Já, við fengum Þorstein Bachmann til þess að koma inn og leikstýra hjá okkur. Það var eiginlega bara einhvern veginn, hans nafn kom upp og við höfum samband og hann var laus og hentaði vel þessi tími. Trefillinn hans Þorsteins Bachmann? Já, trefillinn hans Þorsteins hérna. Þannig að, já, og það bara búið að vera mjög skemmtilegt ferli með honum 3 mánuðir, já, frá desember byrjun og fram til dagsins í dag. Hvað dró mig í leiklistina? Já, það svolítið langt síðan að ég byrjaði hérna, ég var 19 ára. Þetta er 11. verkið mitt, ætli það hafi ekki bara verið áhugi fyrir leiklistinni. Hvað svona gefandi við þetta? Þetta náttúrulega, ef maður byrjar á þessu, þá verður maður bara ótrúlega háður þessu. Það eiginlega svolítið þannig. Ég segi eiginlega alltaf svona síðustu vikuna að ég ætla ekki að taka þátt aftur en svo kem ég alltaf aftur. Það bara svo ótrúlega gaman hérna. Hvað kemur til að þú tókst þátt í uppsetningu á litlu hryllingsbúðinni? Það var eiginlega bara fyrir slysni. Ég ætlaði ekkert að vera með í byrjun en ákvaða að mæta á kynningafundinn sem var líka svona leiklistarnámskeið hjá Þorsteini og bara hann einhvern veginn dálítið mann bara og ég þurfti að koma aftur og fara svo í pröfu. Hvað er á því í leikhúsið, Lísa? Mig? Bara einskær forvitni. Er þetta í fyrsta skipti sem þú tekur þátt í svona? Þetta í fyrsta skipti. Mér hefur lengi langað að fara, aldrei þórað, en ákvað að drífa mig núna og ég sé ekki eftir því. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Segðu mér aðeins þessa uppfærslu, hvernig hefur vinnan verið? Hún hefur svolítið öðruvísi heldur en öðrum vegna þess að Þorsteinn hefur bara komið með eitthvað svona alveg nýtt inn. Mér finnst það allavega og þetta er náttúrulega stórt verk. Þannig að þetta bara búið að vera náttúrulega rosaleg vinna og rosaleg keisla í kannski frekar stuttan tíma miðað við hvað þetta er stórt en bara frábært. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Og þú farið að syngja svolítið? Ég fæ að syngja nokkur lög. Hvernig finnst þér þessu uppfærsla? Mér finnst þetta bara ótrúlega flott sko. Maður var nú alveg svolítið efins fyrst. Þú veist, átti einhver rosa planta og eitthvað og svo þetta bara, þetta er geggjað. Þetta er æðislegt. Þetta er með skemmtilegra verkum sem ég hef tekið þátt í og þetta er öðruvísi og krefjandi fyrir mig, allt öðruvísi karakter en ég vanur að leika, þannig að það er búið að vera mjög skemmtilegt. Þetta er bara svo ógeðslega skemmtilegt sko. Á að leggja þetta fyrir sig?
Veit það ekki. Ég sé bara til næst. Hætta bara á tófnum. Já, það ekki bara. En fyrir mér er leiklist eins og alkoholismi. Ef að handritið settur frá mig, það er svona svipað á alkoholisti fari á pubin. Þú hefur tvennt að velja. Henda frá þér glasinu eða labba út. Sama var hjá mér. Henda frá mér handritinu og labba út eða byrja að lesa. Þú er svolítið mikið á sviðinu. Hvernig er það? Já, ég kem fyrir í hverju atriði í sýningunni og það er erfitt en það er á sama tíma rosalega gaman. Þegar þú kaupir rétt á svona sýningu, þá þarf fyrst að líta ákveðið út, bæði svið og planta. Og svo er þetta bara svona hvað sviðshönnuði dettur í hug og hvað hann sér á netinu og hvað leikstjóri og sér og hvað virkar. Við ákveðum að henda upp snúningssviði og prófa það allavega. Það hefur ekki verið gert áður og það hefur verið svona... Þú er sviðið eitthvað svolítið þröngt, þannig að Já. það gefur ekkert mikla möguleika. Það gefur nefnilega ekkert mikla möguleika þegar það er ekkert hringsvið. En þegar það er komið þá gefur það miklu meiri möguleika og það er svona í framtíðarplani að gera fast hringsvið í frumleikhúsið. Stýrihópur er nú að skoða kosti og galla sameiningar sveitarfélagana Sandgerðis og Garðs. Við fórum og heyrðum hvað íbúar hafa að segja um málið. Sveitarfélögin Garður og Sandgerði vinna nú saman að greiningu á kostum og göllum þess að sameina sveitarfélögin. Í síðustu viku voru haldnir íbúafundir mögulega sameiningu. Gert er ráð fyrir að greiningavinnunni verði lokið í maí og í framhaldi af því verði tekin ákvörðun það hvort íbúar munu kjósa tillögu að sameiningu sveitarfélagana. Ráðgjafafyrirtækið KPMG heldur utan verkefnið. Það er góð spurning. Ég fór nú á kynningunni hérna í Garðinum og bara ég leist mjög vel á það. Það var samt öðruvísi heldur en ég hugsaði mér. Ég held að það væri að vera að kynna hvað væri kostir og gallar en þá ættum við að vinna þetta saman. Mér fannst það svolítið sniðugt, erfitt verkefni og svona öðruvísi. Þannig að það var að vera að láta okkur íbúana ákveða þetta en ekki þá sem eru með að kynna þetta. Þannig að mér fannst það bara góð kynning og gaman að fara. En jú, ég hef alveg trú á því að það sé hægt að sameina og það verði allt í himnalagi. Svo íþróttahöll hérna upp á miðjavegu og allir geta hjólað í það og þetta verður bara rosalega flott sko. Svo er náttúrulega sem garðmenn með ekki heyra. Það er það að aurarnir eru Sandgerðismegin. Þeir klára sína aura, þá förum við að nota hina. Þá er ég garðmaður sjáiði. Þannig að þetta er beggja blans. Þannig að þetta leggst bara vel í þig af þessu verður. Já, ég vil sameiningu. Já, ég hef nú verið hlynntur henni lengi sko, þannig að ég hef oft verið að tala um hana sko. Talað fyrir henni. Og mér líst bara mjög vel á það. Hverjir heldur að helstu kostirnir séu ef að verður? Ætli það sé ekki bara aðeinslega báknið í kringum þetta. Já, ég veit það ekki, ég er ekki alveg viss hverju kostirnir eru. Ég er ekki búinn að kynna mér það nógu vel sko. Það hefur ekki verið nein svona kynningafundir haldnir sko fyrir bæjarbúa, held ég. Sem að sýna fram á hvað þetta væri hagstætt sko. Ég er hlynntur á sömuleyti og sömuleyti ekki. Ég er hálfsmeykur við það líka og við stöndum ágætlega hérna í Garðinum. Það verður náttúrulega búin að sameinast helling og mér finnst það bara sumt jákvætt og sumt neikvætt. Ég hef blandað skoðanir á því eins og og ég vona að þetta bara eftir að þetta er eins og maður segir, maður sjá meira upp á borðinu hvað það er að gera fyrir hvert annað sveitarfélagi. Ég er nú ekki búin að skoða kost og galla en svona eftir ég væri kannski búin að gera það og það skoðanir sem ég hef af því þá held ég þetta sé framtíð. Þannig að ég ætla allavega að skoða það. Hverju sérðu fyrir þér að verði kostirnir ef af þessu verður? Ég veit það ekki, ég hef ekki hlerað svo mikið. Þannig að ég er ekki viss um það. Það er, sumir held ég bara, vil þetta alls ekki, bara af því, en ég held að þetta sé framtíðin sko. Flestur svona litlum sveitarfélögum. Já, ég er alveg hlynntur því að skoða það mál. Það eru örugglega margir fletir þar sem þetta er að
hægt er að samnýta og nota, ég held það. Ég allavega, eins og staðan í dag, er ég allavega tilbúin að skoða það. Heldur að myndu fylgja sameiningunni einhverjir ókostir? Eflaust, kannski eitthvað svona allavega til að byrja með. Ég held að þegar að framsækir þá eru kostir þetta, held ég. Fleiri heldur en gallarnir. Ég allavega held ég það. Mér líst eiginlega bara mjög vel á það. Ég held að það yrði sterkari svona grunnur til að byggja af fyrir bæði sveitarfélögin og þá kannski þurfum við ekki að sameinast við Reykjanesbæ framtíðinni. Það er margir tala um að það sé framtíðin en ég er ekki alveg viss með það hvort það sé best en mér líst mjög vel á sameiningu Garðs og Sandgerðis. Mér líst bara mjög vel á það. Við erum farin að vinna saman töluvert og mér finnst bara allt í lagi með sameiningu. Bara mjög gott. Hver eru svona helstu kostirnir sem þú sér svona í fljótu bragði? Þetta eru bæði frekar lítil bæjarfélög og þeim veitir ekkert að því að sameinast. Það er óþarfi að vera með 2 bæjarskrifstofur en við erum með höfnina hérna og þeir eru að nota hana meira hérna kannski heldur en við og af hverju ekki bara sameinast. Já, það hefur verið að ræða þetta hérna og menn eru, það er náttúrulega skipta skoðanir og það eru, en ég svona heyri það allavega að menn eru allavega mjög á því að láta á þetta reyna. Það er það sem ég hef heyrt hérna allavega. Ertu vongóður að þjónustan hérna við íbúa batni ef að sameiningunni verður? Ég myndi vona það allavega og hún er góð þegar og ég er allavega mjög sáttur við það sem ég fæ á þjónustu. Hefur eitthvað velt fyrir þér hvað sveitafélagið gæti heitið? Nei, ég hef ekki spáð í því. Ég hef nú ekkert pælt í því endalega. Það væri gaman að hafa bara eitthvað frumlegt nafn. Allavega ekki Suðurnes sem myndi ég vilja kalla það. En ég veit það ekki, eitthvað bara spennandi. Það verður einhver aðrir að hugsa út í það. Kostirnir við það eru náttúrulega fjölmenni fyrir íþróttafélagin. Ég ætla að vona að takist svolítið að sameina það betur. Þá er ég að tala í eldri hópunum. Meistaraflokkunum voru allt brjálað, sko. Ég segi meistaraflokkurinn á að sameinast. Bara til þess að spara aura á peninga og allir veru vinnir í skóginum eins og maður segir. Og það er náttúrulega nú þegar sameining með yngri flokkana sem er mjög gott. Og vonum það haldi áfram. Svo náttúrulega annað íþróttamannvirkin, við erum náttúrulega með sameiginlegan forstöðumann, Jón Hjálmarsson sem er náttúrulega búinn að gera alveg þvílíkt góða hluti finnst mér, eða okkur hér öllum. Og ef það á þeir áfram, þá lýst mér vel á það. Heldur að sé einhverju gallar við að samnast? Ég held að skipti eiginlega engu máli. Ég held að þurfi enginn að verða út undan. Það er svolítið mikið samvinna. En svona í fljótu bragði, þetta er í hug einhverjir ókostir? Nei, ekki held ég það. Ég held að þetta sé bara til góðs. Hvað gæti þá nýja bæjarfélagið verið kallað? Það er góð spurning. Það er kannski Sandgarður, nei. Það er spurning. Það er að finna eitthvað nýtt, gott nafn á það, held ég. En hvernig finnst þér vera hljóði í fólki? Nú kemur töluvert af fólki hingað í íþróttahúsið. Finnst þér fólk almennt jákvætt fyrir sameiningu? Það er svona upp og ofan. Það er svolítið, jú, ég held að það sé nú svolítið frekar jákvæðara núna heldur en var hérna áður fyrr. Ég held það nú. Það sé nú farið að sjá svona ljósapunktana í þessu. Frekar. Þjónustan geti lagast eitthvað að einhverju leyti, sko. Það er að leggja meira í hana. Gallarnir eru, já, ég ætla ekki að segja, nei. Ég er ekki búin að ákveða mig með já eða nei. En mér finnst kostirnir vera fleiri, heldur en gallarnir. En hvað gerist í kjörklefunum, veit ég ekki. Eða hvort það verið saman þetta í haust. Það kemur bara ljós. En hvernig finnst þið hljóðið í fólki vera? Er það almennt jákvætt eða neikvætt gagnvart þessu? Já, það er frekar jákvætt finnst mér. Það er svona misjafnt hvaða aldur að tala við. Það er svona, unga fólkið er svona, jú, kannski frekar, en svona við sem erum á svipum aldar og ég, það eru margar skoðanir á því. Bæði með og á móti. Þannig að mér finnst frekar vera jákvætt. Þetta er að þjónustan verði betri ef þau eru fleiri? Já, ég gæti trú því og yfirstjórnin ódýrari og rekstur kannski betri, ég veit það ekki. En það má skoða þetta.
Heldur að sé einhverju ókostir við að samnast? Ég sé þá ekki, bara því miður. Það átti að vera löngu búið. Já, þetta höfðu íbúar í Garði og Sandgerði að segja sameininguna. En farið ekki langt, hér koma örstutt skilaboð í Suðurnesja Magasíni frá aðalum sem að hjálpa okkur við að halda úti þessum skemmtilega þætti vikulega. Farið ekki langt. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Myndlistakona Sossa með bjarta og skemmtilega vinnustofu í Keflavík og þessa dagana undirbýr hún 2 sýningar, aðra hér heima og hina úti í Danmörku. Eyþór Sæmundsson fréttamaður kíkti í heimsókn til Sossu. Segðu mér Sossa, hérna ertu búin að leggja grunninn að málverki. Hvernig eru upphafsstigin af þínum verkum? Það eiginlega að byrja á því að mála grunnastrigan bláan. Það nefnilega ekkert erfiðara heldur en að standa fyrir framann hvítan striga. Það einhvern veginn allt of mikið dæmi. Þannig að ég byrja á því og svo bara byrja á einhverju fígúru sem leiði mig eitthvað fjandann. Ég er rosalega upptekin af fólki og hef alltaf verið, alveg svakalega forvitin. Og ég er upptekin af bæði hreyfingu, hvernig fólk aktar, hvernig það lítur út og hvað það segir og svona. Og ég er að reyna í öllum þessum myndum, og þetta yfirleitt konur, ég er upptekin af bæði sjálfum með hlýtur að vera og svo konum yfir höfuð og hvernig það bæði það svolítið skemmtilegt með okkur konur. Við gerum svo margt, við málum okkur, við klæðum okkur upp á ekkert fyrir kallana heldur hína konurnar og fyrir náttúrulega sjálf okkur líka. Þannig að ég er svolítið upptekin af því hvað við erum uppteknar af okkur, við konur. Þannig að ég byrja eins og hérna bara, þá er ég bara með nokkuð strik ég er nokkurn veginn með í kollunum hvað ég ætla að gera. Yfirleitt þá er ég með mjög aulalega skissur, bara örfá strik sem að ég byrja á og skissan er bara þú svona og innkaupa listablað, ein skissa sem verður að ykkur svona. Svo leiði bara myndi mig, bæði litir og annað, leiði mig bara áfram, hvert hún vill fara. Konan bara lifna við á striganum. Já, það er eitthvað smá grunnur og svo er þetta bara eitthvað ferðalag. Já, bara við dansum saman og það er bara interaktív eitthvað hérna. En þú talar að þú spáir mikið í manneskjum, en svo í verkunum þá er þetta svona hálf andlitslausar manneskjur. Já, ég er ekki að segja hvernig fólk lítur út, ég er bara hreyfingin og attitúti Og svo sný ég oft myndinni bara á haus þegar ég er að mála, þannig að hún gæti enda þannig þessi að hún sé að stinga sér í sundlaugina. Þannig að ég mála stundum í hringkafið bara eftir hvernig dagsformið er hjá mér. Segðu mér aðeins frá því, hvernig urðu þessar fígúrur, svona útlitið á þessum fígúrum og þessi guli litur? Býttu eftir að segja að við séum ekki gul. Við erum mismunandi gul. Já, ég veit það ekki. Ég er búin að vera með ég er með hreina liti og ég er búin að vera með sömu litina frá því ég byrjaði að mála. Ég byrjaði tek masterspróf í málun 93. Þannig að ég er tölvöld fullorðin þegar ég fer í málun en var búin að vera grafíker og þá að búa til fyrsta sýningi mín var bara grafík og þá meira svarthvítt, þannig að ég fríka út í litunum en ég er búin að vera með sömu litina alveg frá upphafi og sem er svolítið fyndið að ég á lítið málverk
inni eftir mig frá því að 5 ára gömul. Það er gul kona. Myndin heitir sko Reið kona með hatt og fjöður. Og það er bara kona sem stendur þarna með hattinn sinn og fjöðurina og hún er gul. Þannig að og svolítið fyndið sko að ég náttúrulega hætt að taka eftir þessu og frændi mér hringdi einhvern tímann í mig og segi hvernig blanda ég andlitslit? Þá sagði ég það er gulu númer 8. Þú veist, þetta er bara svo eðlilegt hjá mér orðið en annars er þetta líka finnst mér að breytast. Ég sko bæði er ég að mýkjast með aldrinum og eiginlega fara aftur að byrjunarreit. Verða svona meiri villingur í málverkinu finnst mér. Það er meiri það er ekki eins, sko ég var orðið svo ferköndu á tímabili. Það var og beinstrik og svona, bara ferköndu og svolítið frosnar fígúrur. En mér finnst það að vera orð, sko, eins og ég segi, maður mýkist með áránum og mér finnst ég vera að ná uppafsreitinu sem ég hef alltaf verið svona í bakgrunnum að vera meiri villingur. Þannig að ég svona, það er leiðin sem mig langar að fara og það tekst á endanum, sko. Núna er ég undirbúa sýningu sem á að vera í Danmörku. Þess vegna eru svona margar myndir hér. Sú sýning byrjar 8. júní í Norræna húsinu í Óðinsvéum og svo er svolítið spennandi verkefni sem ég byrja á bara þegar þetta fer alveg að vera búið, ég fer alveg að klára þessa sýningu. Það er einhverja 20 myndir sem ég vel úr þessum sem ég fer með. Að þá er sýning í Bíósalnum hérna á Ljósanótt og það er mjög ögrandi verkefni fyrir mig. Það eru ljóð eftir ljóðskáldið Anton Helga Jónsson og það er ljóðabók sem er ekki það er ekki búið að gefa hann út en ég kom með ljóðin, við erum búin að velja ykkur 8-10 ljóð og þau eru öll svona aðeins smá blautleg. Þetta er svona samskipti á mjög fallegan hátt, samskipti á milli karls og konu, konu og karls, skilurðu. Og það er svona ástarsaga í hverju ljóði. Þannig að það er næsta verkefni mitt. Þegar ég er búin að afgreiða þetta þá byrja ég á því helst bara í næstu viku. Það er eitthvað, ef við vonað okkur klúru frá þér? Já, allavega smá augrandi, vonandi. Ég fær nú aldrei prestdóttin, fer nú ekkert út í mikið klúrt, sko. Nú ertu aðeins að breyta stíl að þú kannski neyðist til þess út af slysið sem þú lendir í. Já, þannig að nú er ég búin að, sko, ég náttúrulega gat ekki verið, sko, ekki að gera neitt. Þegar maður fer í vinnun á hverjum degi og svo allt í hennu bara, ef maður neldur niður, að ég náttúrulega var fljóta að jafna mig, ég náttúrulega... Já, þú braust á þér allan olnbogann bara? Maskaði bara á mér olnbogann, á vinnuhendinni. En þá fór ég að mála með vinstri og núna, ég náttúrulega þreytist miklu fyrr. Ég get ekki staðið í 10 tíma eins og ég gerði. Að þá skipti ég. Þannig að ég er svona að þjálfa, hún hét sko að það er eitthvað sem að sagði í ræktinni, já fyrst gerum með Einari og svo með hinni og tekur lóðin fyrst með Einari og svo með, þetta er sem sagt Einar. Og Einar er búinn að vera hansi duglegur að mála undanfarna mánuði. Málar hann öðruvísi? Hann málar vilt bara. Einar er ekki eins agaður eins og þessi. Þannig að þetta og maður sér það alveg sko eins og bara þessi mynd þarna á endanum. Það er svolítið mikill Einar þar sko. Svolítið og hann er meira með pensil heldur en, eða þessi hendi meira með pensil heldur en þessi. Þannig að þú fannst eitthvað gott úr þessu? Já, en sko það er einhver örfendi í gangi því ég hef alltaf verið sko örfendi í borða. Þannig að það er einhver örfenda sem að kannski hefur verið leiðrétt því ég var lítil en þannig að mér finnst það bara gaman að prófa eitthvað nýtt og það er líka áskorun. Allar áskorunir eru góðar. Og svo náttúrulega bara þróa mér þetta. Sko það er líka það sem að, ég mála með þessu, eiginlega bara eingöngu. Og svo náttúrulega erum við, þegar við erum bæði, þá erum við hér sko, svona, sem er eiginlega bara svolítið kúl sko. En ég hef alltaf, þetta var eiginlega að byrja með leti, þú veist það er svo, maður er svo lengi að hlaða lögunum á, þannig að þú getur gert þetta alveg bara með þessu. Þannig að það byrja eiginlega þannig, bara í skóla og svo bara hef ég notað þetta síðan. Varstu lengi að finna þinn stíl? Þinn tón einhvern veginn? Eiginlega ekki, en og maður sér sko eins og bara sérstaklega í þessum eldri myndum, nýjustu myndin, hvað þær eru að líkjast fyrstu myndunum mínum frá 93, þegar ég var sko
yngri og meiri villingur og var að prófa miklu meira en og það eiginlega sko hefur eiginlega verið takmarkið í ykkur ár að fara hringinn og núna langar mér svolítið að því að ég mennta grafíki líka og lifði að því að gera grafíki í nokkuð mörg ár að nú langar mér svolítið að fara, ég hef ekki farið í grafíkina síðan 90 að fara aftur í grafíkina með þetta sem ég kann í þessu hvort það gerist ekki eitthvað alveg nýtt sjá hvar ég þroskast þar sko þannig minnst það svolítið og það verður einhver tíman í róli vitanum bara sem ég prófa mig í Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út fréttablað hér í hverri einustu viku sem dreiftir inn í öll hús og fyrirtæki. Við erum líka á vefnum www.ff.is, nýjar fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana, við erum með vefinn kylfingur.is, nýjar golffréttir alla daga ársins. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti á hringbraut.is og einnig á Víkurfrétta vefnum, en svo erum við líka mjög duglega á samfélagsmiðlunum, meðal annars Facebook og fleirum. En við erum alltaf að leita eftir efni og erum í raun á veiðum eins og þessi kappar hér. Láta okkur endilega vita að góðum hugmyndum að efni í þáttinn. En við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is